Góðan daginn, gott fólk, gaman að sjá svona stóran og fallegan hóp hér, mættan eldhressan að morgni dags. Ég á það sameiginlegt með fundarstjóranum að vera fyrrverandi vörubílstjóri og þótti vænt að heyra hann kynna sig þannig. Ég hef notað það af og til á köflum undanfarin ár, svona þegar ég 10. ágæti mitt. Ég fékk þessa spurningu hvort ég væri vel til þess fallinn að vera fjármálaráðherra. Hvort að jarðfræði væri góður undirbúningur undir það? Nei, ég var nú ekkert endilega að halda því fram, en ég sagðist hins vegar vera fyrrverandi vörubílstjóri og það væri nú ekki ónýtt lífsreynsla. Ég ánægður með Þorstein og hans fólk að vera með svona bratta yfirskrift á þessum fundi, þjóðargullið, þó það einu sjálfsagt hvorki að vísa í silfrið sem við fengum í handbolta en ekki gull og né gullið í Esjunni eða Þormóðsdalnum. Ég þykist vita hvað við átt, það auðvitað mesta gullið sem inn í okkur sjálfum. En það gott að setja markið hátt og hafa metnað fyrir hönd þeirra verkefna sem eru að glíma við og krafan nýsköpun og endurnýjun, fjölbreytni, verðmætasköpun úr fleiru en því sem menn voru nú að fást við hérna fyrir nokkrum árum síðan hefur auðvitað verið mjög rík frá ónefndu ári 2008. Það eru margar áskoranir sem bæði það ástand og árin að undanförnu hafa borið með sér og það eru margar og stórar áskoranir sem að við stöndum frammi fyrir til framtíðar litið. Það eru auðvitað bara hin harða samkeppni og slagur hugvitið milli þjóðanna, það hörð markaðsleg samkeppni. Það eru hinar stóru hnattrænu áskoranir sem tengjast loftslagsmálum og umhverfismálum og breytingum af því tagi, ekki síst hér á norðurslóðunum. Það eru miklar áskoranir tengdar breyttri aldurssamsetningu í samfélaginu. Heilbrigðis- og velferðarmálin verða fyrirferðarmikill málaflokkur á komandi árum og því ég að nefna þetta, vegna þess að ég held að nýsköpun, það að finna nýjar lausnir eða nýjar aðferðir til að gera sömu hlutina betur og áður mun skipta miklu í sambandi við glímuna við þessar áskoranir framtíðarinnar. Og við ætlum okkur auðvitað að vera með í þessu og standa okkur vel. Ísland þarf að takast á við þetta eins og allar aðrar þjóðir. En við eigum líka í þessu mikil tækifæri. Þetta ekki bara eitthvað sem að ógnar framtíð okkar, heldur líka viðfangsefni sem að þarf að glíma við með því hugarfari að við ætlum að beita hugviti og tækni til að reyna að leysa sem best úr þessum málum sem öðrum. Stjórnvöld munu aldrei gera þetta ein og sér með gáfulegum og fyrirmælum ofanfrá. Það held ég að öllum sé ljóst, en þau skipta enga síður máli að búa til það umhverfi sem að þetta starfar innan, kannski svona eins og einhvers konar leikstjórnandi eða dómari á vellinum. Og ég var nú aðeins að verða að tína það saman og fara yfir það og við í ráðuneytinu hvað hefur gerst í þeim efnum. Við tökum okkar hlutverk mjög alvarlega, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið sem ráðuneytið sem nú komin með þessi mál meira og minna öll saman á einn stað og ég vel að merka til það til mikilla bóta. Þannig að einhvers staðar sé reynt að hafa yfirsýn yfir hin almennu starfsskilyrði, samkeppnisskilyrði og málefni atvinnugreinanna og að nýsköpunin sé þar með í för. Og þetta nú talsverður pakki þegar allt lagt saman. Það á milli 7 og 8 milljarðar króna sem eru á fjárlögum og tengjast sjóðum og stoðkerfi nýsköpunar og atvinnulífs. Þar munar auðvitað miklu eflingu rannsóknarsjóðs og tækniþróunarsjóðs upp á hvað var það, liðlega hálfan milljarð í hvorn, efling kvikmyndasjóðs og minni sjóðir hinna skapandi greina og efling þeirra sem fyrir voru og stofnun nýrra eins og hönnunarsjóðs. Endurgreiðsla á rannsóknar- og þróunarkostnaði í nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum áætluð upp á 1,1 til 1,2 milljarðar króna á þessu ári. Það munar dálítið það fjármuni sem þannig renna út í nýsköpun og þróun í atvinnulífinu. Og það engin vafi á því að það væri virkt tæki eða þegar við teljum okkur hafa efni á því einfaldlega að rýmka fjárhæðarmörkin og reglurnar í því kerfi. Það virkar mjög vel og stærri eða meðalstóru og stærri
framsæknu fyrirtækin, þau auðvitað myndu nýta sér það umsvifalaust ef að fjárhæðarmörkin þar væru hækkuð. Fjármunirnir sem tengdir eru eflingu græna hagkerfisins, grænn fjárfestingarsjóður sem er spennandi kostur líka, og að horfa til svona umhverfisvænnar nýsköpunar og umhverfismálanna í gegnum innkaup og annað af því tagi einnig mjög brýnt. Orkuskiptin og margt fleira mætti nefna í þeim efnum. Ég vil nefna ferðaþjónustuna og markaðsaðgerðirnar þar sem auðvitað eru ákveðin nýsköpun. Það ekki nýsköpun að reyna að selja Ísland allt árið á veturna og svo framvegis, og framkvæmdasjóð ferðamála sem hefur til ráðstöfunar 570 milljónir á þessu ári og umhverfisráðuneytið til eflingar og uppbyggingar í þjóðgörðum og friðlýstum svæðum 280 milljónir í viðbót. Þetta ef við leggjum saman bæði fjármunina sem fara yfir fjárfestingaráætlun og það sem kemur í tekjur af gistináttagjaldi. Þannig að samtals eru lagðir vel á 2 milljarð króna beint í innviðafjárfestingar í ferðaþjónustunni, og það ánægjulegt að sjá að mikið af þessum umsóknum tengdist hönnun, undirbúningi framkvæmdanna, og þannig að menn alltaf eru að vanda það til verka í þeim efnum. Nú sóknaráætlanir landshlutana, þar fara líka talsverðir peningar og sú aðferðafræði áhugaverð því þar verið að virkja heimamenn, það að segja færa þeim meira áhrifavald það hvaða málefni eru sett í forgang á hverjum stað. Allt skiptir þetta máli hvert á sinn hátt, hvort sem það er jöfnun flutningskostnaðar, gjalddaga aðlögun eða í sjálfri sér stofnun atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins sjálfs. Nú fara spjöldin trúlega að koma á loft og mér verður skipt út af hérna eins og það virðist bara vera örlög mín hér í þessum sal að mér alltaf skipt út af. Ég ætla að nefna einn þátt enn sem ég held að sé spennandi í þessum efnum. Það er að segja að það nú vísu ekki komið í gegn ennþá, en það frumvarp á leiðinni væntanlega inn á Alþingi. Ég veit reyndar ekki hvort búið að dreifa því, sem á að rýmka heimildir lífeyrissjóðanna til að kaupa í óskráðum bréfum. Færa þá heimild úr 20 upp í 25% af heildarverðmæti eigna lífeyrissjóðanna. Og af hverju er ég að nefna þetta? Jú, vegna þess að þetta losar einhverja 100 til 120 milljarða króna sem ef við gefum okkur að lífeyrissjóðnir hafi verið flestir komnir upp í þakið, sem að þeir geta þá fjárfest í óskráðum félögum, og það gæti orðið heilmikil vítamínsprauta fyrir vaxandi fyrirtæki sem að þurfa að sækja sér aukinn styrk á komandi misserum. Og ég held að það sé eins gott að eitthvað af þessu mikla fé lífeyrissjóðanna fari í umferð og vinni þannig í staðinn fyrir að vera bara á bankabók einhvers staðar á heldur lélegum vöxtum. Jæja, gott fólk, ég ætlaði nú ekki að hafa þetta meira, bara virkilega gaman að sjá áhugann sem að þessi mikla mæting hér ber með sér á þessu viðfangsefni. Ég þakka Þorsteini og starfsfólki Nýsköpunarmiðstöðvar fyrir þeirra metnaðarfullu störf og óska okkur öllum góðs gengis. Takk.